Það nefnilega mikill misskilningur að verktakarnir séu ykkur stór vondukall sko, sem er að skellir hlæjandi og býða á tómum lóðum. Hann bara getur ekki byggt með við núverandi aðstæður. Ef það kemur upp mygla að þá þurfum við einhvern veginn að grípa til það stórtækra aðgerða að við verðum komin á hausinn ef við förum að gera þetta mikið oftar. Já. Hver er þín skoðun hana? Hlutdeildarlánin eru bara í eðli sínu leið til þess að fleiri komist inn á eignamarkaðinn og kannski bara afleiðinga af, séreignarstefnunni sem við erum með á Íslandi. Heldur að framboð húsnæði að vera minna og vera ekki fyrir HMS? Hvað er forgangsröðunin hjá stofnuninni ef að við erum eins og segi að pæla í kolefnisfótspori bygginga þegar okkur vantar sárlega húsnæði í heimi sem er töluvert meira breytilegur heldur en það var bara fyrir 10 ár? Þetta eru ruðningsáhrif af ferðamannaðinaðinum. Það er það bara, þeir ganga á þessa innviði og hlutir á þessu innviðum eru bara hús og það eru bara ákveðið mörg hús þarna og ef að Íslendingum vantar hús ætti þau ekki líka að vera í þeim frekar en ferðamenn sko. Ég skil ekki forgangsröðunina út af því ég skil alveg hvað það stefna stjórnvalda að keyra á kolefnislosun en þegar við erum að ræða þessi svona mál núna að þá finnst mér ég finn ekki fyrir því að HMS sé endilega á einhvers konar svona forgangsröðunarskala. Ég veit ekki hvort það sé svo ég fá að sletta svona lack of leadership, hvort það sé ekki einhver bara sem að við erum að fara að keyra þessu núna. Það var bara þessar deildir settar í það að reyna að liðka fyrir heldur. Nei, við erum í merkjalýsingadeildinni og þar alveg ætlum við að fara að keyra inn reglugerðir það hvernig að merkja húsnæði hjá sérvöldum verkfræðingum hjá verkís og út af því að þú talar það er allir sammála það að það þarf að auka framboð. Hvað er forgangsröðunin hjá stofnuninni ef að við erum eins og segi að pæla í kolefnisfótspori bygginga þegar okkur vantar sárlega húsnæði í heimi sem er töluvert meira breytilegur heldur en það var bara fyrir 10 ár? Já, þetta er kannski spurning tímaramma. Venna þess að við nefnum Grindavík og það er bara það er verkefni sem við þurfum að ráðast í strax og to be fair þá við erum mjög góð í þessu bara saman tökkanum að Íslendingar eru mjög góðir að bregðast hratt við neyðarástandi og það eru allir Grindvíkingar held ég núna sem eru í ykkur húsum skilur en það er náttúrulega bara tímabundin úrræði. Það sem að þarf núna er svona millitíma aðgerðir til þess að finna ykkur húsaskjól fyrir Grindvíkinga og síðan til lengri tíma er þetta framboðsvandamál það sem að þarf að byggja fleiri hús en framboðsvandamál og húsnæðismarkað er langtíma vandamál. Það er ekki að einingarhúsum sem að ég veit ekki hvað standa í þinginu núna fráskildum, það tekur bara 2 ár að byggja hús, skilur. Við getum náð einhverjum íbúðum frá skammtímalegu markaðnum frá ferðamönnum í millitíðinni, en bara framboðsvandamál eru langtíma vandamál. Þannig að, ef maður talar forgangsröðun, þetta er auðvitað á að vera ofalega, en ég er samt ekki sammála því að við höfum að droppa öllu bara til þess að einbeita sér að auka framboð og droppa öllum hinum markmiðum sem eru líka langtíma markmið eins og kolefnislosun, skilur. Ef við erum sammála að ætlum að vera kolefnishlutlaus þá getum við ekki tekið byggingamarkaðinn út fyrir svega, hann er 40% af allri kolefnislosun er bara í steypunni. Þannig að þá ef við myndum allavega tapa rosalega mikið á því að bara segja, heyrðu, ég ætla bara að byggja þetta með einhverju bensín steypu og hún er svo ótrúlega gefur okkur hús mjög fljótt. Myndum miklu frekar eðlilegra að horfa á þetta í stóru samhengi en og líka bara aðgreina bráðavanda frá langtímavanda. Það er sumt sem við þurfum bara að droppa öllu. Grindavík er eitt af því, en aðrir hlutir þeir mega vera í stóra samhenginu og þá mega vera merkilýsindu með og þá mega vera lýsferðisgreininga með til þess að bara að sé allt gert rétt. Þannig að við töpum líka á því ef við erum fara alltaf að vera í viðbragði En núna erum við samt í viðbragði. Við erum með heilt bæjarfélag sem að
já, ekki kannski eins og segir, ekki á vergangi út á götu, en það aftur á móti ekki endilega öruggu húsnæði. Ég meina, ég hef séð samninga fyrir Grindvíkinga og ég veit alveg að þeir eru núna í þeirri stöðu og þeim langi að selja, sem hefur gengið brösulega og þeir eru að reyna að koma yfir sig þaki með öðrum leiðum og ég skil alveg að það er að færa rök fyrir því bara nei, við þurfum að horfa á breiðu myndina, við þurfum ekki að vera of hvatvís til þess að íta öllu öðru á borðinu. En myndi það samt ekki, þegar þú segir að þetta sé, og ég meina ég hef fjallað um það áður, þetta er bara framboðsmarkaður, það er að segja að það er ekki mjög arðbært að byggja inn í markað þar sem að framboðið er of mikið. Út af því að þannig að svona eftirspurnin hvetur svolítið áfram það að framboðið sé til staðar, það er að segja að húsnæði sé byggt. En ég einhvern veginn, þegar ég til dæmis fékk að ég var að skoða gamlan fund, hádegisverða fund 2020, þar sem að var einmitt færður rauk fyrir því af hverju væri verið að leggja þessar stofnunar laggirnar og það var til að byggja yfirsýn til þess að það væri að taka ákvarðanir út frá því og ég myndi meta það sem þannig og það var einmitt, ég held að það væri númer 1 af því sem að væri sem sagt ástæðu fyrir nauðsyn þessar stofnunar og ég einhvern veginn hefði haldið að það væri hægt að réttlæta til skamms tíma núna að það væri bara nei, heyrðu, nú förum við bara í að keyra ennþá meira stofnframlögum, ennþá meira að liðka fyrir byggingaverktökum og ennþá meira í það bara að við byggjum bara þetta húsnæði og síðan getum við fara að pæla í öðrum hlutum. En finnst þér almennt, og ég veit þú ert ekki að tala fyrir hönd HMS endilega, þú bara tala fyrir hönd þína, en finnst þér ekki, þegar ég segi þetta svona, þegar við horfum á stöðuna núna breytti, finnst þér ekki samt eðlilegast að við værum bara núna, nei, við verðum bara að keyra á framboðshvetjandi aðgerðum og við verðum að setja hinar bara aðeins til hliðar. Jú, ég meina, ég og aðrir á HMS erum að mæla með því líka, við erum að mæla með því að setja aukinn kraft í stofnframlög og að, nýta þessar skammtíma leigubúðir, Airbnb íbúðir frekar í langtíma útleigu eða bara fyrir fólk til að kaupa þær, við erum alveg meðvituð þetta er alveg, þetta Er að tala um uppkaup á eignum fólks? Nei, bara, að búa til hvata, þannig að að þeir sem að eiga íbúðir sem eru að leigja til ferðamanna sjá frekar hagsinn í að leigja út til, Íslendinga eða bara selja þessar íbúðir. Hvernig myndir þú sjá það fyrir þér? Það er eitthvað sem stjórnmálunum gera en það er bara annarkvort gulrót eða vöndur, þannig virka hvatanir, þannig að annarkvort eru eitthvað skattaafslættir eða það eru bara þrengri skilyrði fyrir skammtímalegu. Ég meina, þetta er bara, þetta eru ruðningsáhrif af ferðamannaðinaðinum, það er það bara, þeir ganga á þessa innviði og hlutir á þessa innviðum eru bara hús og það eru bara ákveðið mörg hús þarna og ef að Íslendingum vantar hús, ætti þau ekki líka að vera í þeim frekar en ferðamenn það er alltaf, það er það sem ég finnst og ég vil bara ég vil mjög mikið að það sé verið að keyra á þetta en ef ég tala fyrir allar hinar ákvarðanir sem hafa með sig tekið þá skil ég alveg að þurfa að vera eitthvað samhengi í þessu en svo held ég að þetta strandi bara líka í pólitíkinni Já, en pólitíkin hefur líka verið svo einkennleg því að, ég meina, það segir enginn í stjórnmálunum, heyrðu, við þurfum að hafa yfirsýnina það hversu mikið losun á steypunni, við þurfum að heyra í Björt og fá kolefnisvænari steypu eða eitthvað fleira þvíumlið. Maður heyrir ekki stjórnmálamenn að tala neitt í þessa átt. Þess vegna finnst mér að vera ákveðið ósamræmi innan stjórnsýslunar mótið því sem að kannski Framsókn hefur verið að tala að heyrðu, við þurfum að byggja, við ætlum að Sósíalistaflokkurinn sagði 10.000 íbúðir á örskömmum tíma og það var alltaf leiðan þeim og svo þegar þau voru ekki lengur í kosningu kom Framsóknarflokkurinn og sagði, nei, við ætlum að byggja 30.000 á sama tíma og maður bara, hvað er að tala um? Og ég einhvern veginn skildi þetta ekki þegar einmitt verðbólga var að fara upp, stríðið í Úkraínu fór á stað, núna náttúrulega ókyrrð í Miðausturlöndum og öll þessi loforð snúa miklu meira því að við þurfum í rauninni bara framboði. Það er enginn að tala um það að við þurfum að kolefnisjafna steypu með einhverjum skógar gróðursetningu eða eitthvað fleira þvíumlíkt. Þannig að eins og þú ert að tala þetta er pólitísk stefna, en hefur verið einhver pólitísk svipa sem hefur verið að láta stofnunum að taka þessar ákvarðanir?
Ég er eiginlega ósammála Já, ég, það er einu sem skemmtilegt. Já, einmitt, nei, ég meina að hugsa þetta er auðvitað mesta þverrpólitíska sátt þú veist, ekki allir flokkar á Alþingi en mjög margir af þeim, þú veist, er alveg á því og myndi aldrei kvika frá þeirri stefnu að gera Ísland kolefnishlutlaust, þú veist, fyrir árið 2040 og þannig að það er líka bara þú veist, þetta er hluti af Parísarsáttmálanum og þú veist, þetta er bara rísa stórt verkefni sem eiginlega öll lönd eru að vinna að og þú veist, ég veit ekki þú veist, ef einhver myndi setja sig á móti því, þá er það svolítið, þú veist, stórt mál, Já, ég ræddi þetta reynda við Gulla, og hann sammæltist mér alveg með því að, það að fara að gera Ísland kolefnishlutlaust árið 2040 væri legasaga og út af því að það er ekki að fara að gera sérstaklega þegar matvælaiðnaður í heiminum reiðir sig að jarðefnaeldsneyti að 50% hlutdeild, eða það er að segja öll matvæli eiga einhvers konar aðkoma að jarðefnaeldsneyti helmingur allra matvæla og nei, hvað er maður? Nei, ég ætlaði bara að segja, ég er sammála ég held að það sé óraunhæft, en það er samt all löndin er að stefna því og vilja ekki allavega aktíft stefna gegn því, Nei, en óraunhæf markmið láta að taka heimskulegar ákvarðanir, og það er það sem ég hef svolítið áhyggjur af í þessu ljósi að þegar að, þú veist, við erum kannski ekki endur að fara að tala um einhver loftslagsmarkmið, en ég eftir á móti, núna erum við tökum þetta bara, setjum þetta í fasteignamarkaðinn. Mér finnst til dæmis það að vera að gera þessar lífsferilsgreiningar akkurat í dag vera ekki gáfuleg ákvörðun og hún er nákvæmlega ákvörðun út af því að við erum búin að segja okkur einhverja sögu það að við verðum að verða kolefnishlutlaus árið 2040. Það er bæði ekki að fara að gerast, sama hvort þú takir þessar ákvarðanir, en líka þá þurfum við bara að segja við fólk, heyrðu, þú þarft að bíða eftir húsnæði út af þeirra einföldu ástæðu að við erum að vinna einhver öðru markmiði heldur en að búa til húsina handa þér og ég myndi alveg skilja það ég er ekki að segja bara við að slá upp steypi bara allstaðar og fólk fer að búa í því en ég eftir á móti til að við séum bara á þeim stað akkurat núna að það sé ekki hægt að segja við fólk sem er ekki búið að koma sér inn á fasteignamarkað sér fasteignaverð hækka 40% á 2 árum samhliða því að þeir eru múin að reyna að safna sér fyrir eigninni sjá bara rauninni stigan fara lengra þó svo sama hversu hratt hlaupa og ég einhvern veginn mér finnst bara svona skrítið að samhliða þessu ætlum að fara að segja fólk bara já, heyrðu, þú verður að skoða heildarmyndina kallið minn. Heldur að frambúða húsnæði að vera minna og vera ekki fyrir HMS? Ég gerir mér ekki grein fyrir því. Ég ætla ekki að segja það, ég get alveg trúið Framsóknarflokkunum til þess að taka einhverja aðra heimskulega ákvörðun. En ekki þann, og eins og segi, ég er ekki að segja að HMS hafi verið heimskulega ákvörðun. Ég er að segja að þær, og ef þetta eru pólitískar áherslur, þá eru þær heimskulegar að mínum mati, út af því að einfaldlega ég held að við séum að þá svona vondum stað hvað var það frambúðið að, ég meina, og verktakar tala þetta líka, þeir segja, heyrðu, ég þarf bara að standa skil á þessu að það tekur langan tíma að fara gegnum skriffinnskuna hvað var það leyfisveitingar og fleira því líkt. Þeir hafa kvartað yfir því. Já. HMS, ég veit ekki hvort að þetta hafi batnað, ég bara gerum ekki grein fyrir tímalínunni en þeir kvarta yfir þessu og það er eitthvað að í stjórnsýslunni ef að þeir verktakar hafa raunverulega vilja til þess að byggja. Það hefur verið talað það að þeir séu að kaupa lóðir og hanga á þeim. Ég meina, allir sem að ég hef talað við sem að við hafa vitað þessu og talað hagsmunamatið er að varða það að fá lóð upp í hendunar og borga vexti á láni. Ég meina, þú tapar mjög mikið á því að vera að hanga á lóðinni. Þess vegna held ég að það sé ekki rétt það sem að margir er að segja núna að það sé einhverju fullt af verktökum sem eru bara að bíða eftir því að verða arðbært að byrja að byggja. Þeir eru kannski að bíða eftir því að það verði arðbært að byrja að byggja út af því að það er óarðbært með þessar aðstæður sem við búum við í dag. Já, það er stór faktor í þessu öllu, það er bara hversu arðbært það er, þú veist, það er nefnilega mikill misskilningur að verktakarnir séu ykkur stór vondukall sem er að skellir hlæjandi og býða á tómum lóðum þangar til að hann bara getur ekki byggt með við núverandi aðstæður í mörgu leyti, þetta er bara fólk sem þarf að taka lán og getur ekki gert það á okkur 17% vöxtum eða hvers konar fyrirtækjavextir eru alveg galnir núna. Já, bara fárálega háum vöxtu núna og sér ekki fram á að geta grætt eitthvað á því þannig að ég er alveg á því að við þurfum að breyta þessu Finnst þér ekki að HMS geta komið svolítið inn í þarna og sagt, heyrðu, við ætlum að einfalda leyfisveitingarnar, við ætlum að gera þetta þannig að það verði arðbært að byrja að byggja
Skilur, ég ekki að segja að fara gegn einhverjum öryggis hérna við mig, ég kannski að tala að minnka tryggingagjald á hérna starfsmennina eða eitthvað fleira þvíumlíkt. Það væri ekki hægt að, sko, ég gerir mér ekki alveg grein fyrir aðkomu HMS í þessu. Það mér finnst hún svolítið vera svona fríspil, það sem að svona, jú, við höldum utan upplýsingarnar og jú, við erum svona ákveðið aðhald gagnvart í að sé vera að brjóta á hérna ákveðnum hérna viðmiðum, en við samt erum bara svona einhvern veginn pólitík, við berum ekki ábyrgð á þessu, þetta er pólitíkin. Ég veldi verið mér, geti ekki HMS átt einhvers konar beina aðkomu út að þú talar það eru 150 sérfræðingar, geta þeir ekki haft einhvers konar slagkraft inn í pólitíkina til þess einmitt að svona vekja athygli á þessum vanda. Og við erum að reyna að gera það líka. Við erum með, þú veist, pælingi með HMS er bara að þetta sé one stop shop og það er bara einföldun aðal markmiði í því, sko. Sem er líka frábær hugmynd, sko. Þú veist, bara látum okkur 150 sérfræðingarna græða, kemur út og þú veist, byggingaverktaka geta, þú veist, auðveldara, þú veist, við erum að samræma verklag byggingaverktaka öll sveitarfélög. Þú veist, það voru 64 viðmót fyrir, sko, byggingaverktaka til þess að sækja leyfi eða, þú veist, reyna að fara að byggja. Nú er þetta bara 1, sko. Þú veist, við erum að reyna að vinna í þessa átt, sko. En er ekki samt, sko, sorry, ég ætla að fá skjóta inn út af því ég velti fyrir mér, er ekkert svona agency problem hjá 150 starfsmenn. Ég var að horfa hérna í gær með syni mínum á Ástríkur og Steinríkur og þrautina 12 og þá var þeim að sækja hérna leyfisbréf B838 held ég. Og þar einmitt sko þrautin að fá þetta leyfisbréf og það verða allir geðveikir út af því að það veit enginn hvar þetta leyfisbréf á að vera og þeir fara á milli mismunandi hérna hæða innan þessar stofnunar til þess að fá þetta leyfisbréf, en það er ekki hægt að fá leyfisbréf út af því þá þetta annars leyfisbréf og þá þetta annars leyfisbréf og annars leyfisbréf og svo verða þeir geðveikir út af því að það er svo mikið leyfisbréfum. Með 150 manns að vinna innan þessar stofnunar til þess að halda utan þessi regluverk, er ekki svolítið svona B838 stemning á agency probleminu út af því að þetta svo margir sem eiga að vera að sinna því sem kannski ætti ekki að vera svona flókið. Já, að það sé kaos þá inn á milli starfsmanna svolítið, að við veit ekki hverja sinna hverju. Það þekkist inn á Landspítalanum, sko, ef þú fer inn á bráðamóttökuna þá ertu sendur á annars einn stað og þá tala margir læknar um það og svo allt í einu fer hann á nokkra staði og allt í einu er hann komin aftur til þín og þú fóð enginn til þess að greina hann aftur með sama hlutin í rauninni og það er svona ákveðin hringekja. Þú veist, 150 starfsmenn er ekkit rosalega mikið. Þú veist, það er stór vinnustaður en svona kannski meðalstór til stór. Tala um Landspítalann, hvað vinnir margir þar? Ég veit það ekki sjálfur. 4-6.000, ég án að minna þetta, Já, vel gert. Þú veist, þannig að ég get vel trúið að það sé aðeins stærra agency problem þarna. Og þú veist, teymin hjá okkur, þú veist, við erum 150 manns, en við erum líka með eitthvað svona, þú veist, fjölda markmiða. Þannig að, þú veist, við erum með sérfræðinga í mörgum hornum. Þannig að, þú veist, það er ekki margir kokkar í sömu súpunni, sko. Oftast ekki, skilur þú veist, það er ákveðinir sérfræðingar sem sjá fasteignamarkaðinn og greiningar á honum, aðrir sem eru meistarar í byggingaferlum og eitthvað þannig og aðrir eru lóðastrákar. Þú veist, það er fullt af þú veist, fólki sem veit nákvæmlega hvað það á að gera og það er ekki með eitthvað svona sem eru breathing down your neck þarna. Allavega ekki svo lengi sem ég veist, ég er bara vera þarna náttúrulega í 3 mánuði, sko. En svo getur náttúrulega verið ákveðin sílóismi innan þess, út af því að ég menna ein deild síðan það hérna auka framboðið. Hún er bara, við erum að fara að keyra á þessu, við erum að fara að auka framboðið og svo kemur eitthvað, voruð búin að setja merkingalýsingar inn í það sem þið voru búin að pæla, við erum með hérna loftslagsmarkmiðin og Parísarsáttmálann, þá er þetta byrjað að rekast á, það er það sem ég er að velta fyrir mér. En svo er þetta allt undir sama ráðherranum, þannig að þú veist, það er stóri stjórinn, sko. Þú er komin að heyri Svandísi með þetta? Nei, ég er ekki búin að hitta hana, sko. Nei, það verður áhugavert að sjá hvernig hún snýsir í þessu, sko. Maður er einhvern veginn ekkert búin að sjá af henni. Já. Ekki sammála því? Þetta verður áhugavert, sko. Þú veist, ég náttúrulega hef ekki séð, þú veist, þetta náttúrulega hefur bara verið undir einu ráðherra og þetta er svolítið afsprengi sýringa, þannig að það eru gaman að sjá bara hvernig. Nei, og einhver miskilu það, þá held ég með HMS. Ég bara held að hún geti tekið betri ákvarðanir. En hérna, hlutdeildarlán, yes. Ég þarf aðeins að kæla mig áður en fyrir þess sko. Hérna, sko, ég þekki 3 sem hafa fengið hlutdeildarlán á ódýrum eignum.